Komið sæl og blessu kæru ljón. Þá eru spilin ykkar tilbúin. Þetta er orka sem að svona er næstu daga viðlöðandi. Og spilin ykkar byrja á að tala fíknir. Einhvers konar stöðu eða erfiðleika þar sem að fíkn kemur við sögu. Þetta getur varðað ykkur sjálf, kæru ljón, eða einhvern ykkar nánustu, vin eða fjölskyldu. Og hér er bara verið að tala áhrif fíknar á manneskjuna, á viðkomandi og líka á ykkar tengsl. Sársauki fylgir því og það er verið að benda þér á að reyna að sjá sannleikann í málinu með því að stíga út úr þessari mynd og reyna að opna á fyrirgefningu, þolinmæði og samhygð. Þannig að ef þú ert búin að vera að berjast á hnefanum með eða fyrir einhvern sem er að glíma við fíkn, eða þú ert sjálft, kæra ljón, í þeim sporum, þá kominn tíminn til að sleppa, leyfa almættinu að stíga inn og viðurkenna að hlutirnir og þú þurfir aðstoð við að leysa hlutina. Leiðbeiningarnar sem koma hérna inn eru tjáning. Það er verið að biðja þig að tjá þig í gegnum sköpun, rækta hæfileikana þína, reyna að losa hugann þinn undan þessum erfiðu málum, leyfa bara sköpunarorkunni að flæða í gegnum þig og vera opinn fyrir því ferli án þess að dæma sjálfa þig eða meta árangurinn á neikvæðan hátt. Kæru ljón, þetta fer saman að sleppa tökum, leitast eftir heilun og tjá sig í gegnum sköpun. Draumar þínir eru að rætast og þú ert að efnisgera hér ákveðna drauma sem þú kannski haft lengi, sem að ef til vill þetta fíknferli hefur stöðvað eða haft áhrif á í það minnsta. Allsnægtir eru að flæða til þín og miklir hæfileikar og miklir möguleikar eru hér í gangi, eins og sést á þessu spili. Og það er verið að biðja þig að gera kröfur, hugsa stórt fyrir framtíðina þína, því að þó þið finnist þú ekki áorka kannski miklu í augnablikinu, þá munu stórir góðir hlutir flæða inn í líf þitt. Stór starandi barnsaugu hérna tala allt sem er nýtt, allt sem er ungt og spennandi og þarf tíma til að blómstra og vaxa. Fyrir einhver ykkar, kæru ljón, er þetta til draumur frá því í æsku sem að þið eru hérna að efnisgera og koma á koppinn. Það getur verið hugmynd sem að hefur kviknað en þið þurfa að koma inn í framkvæmd líka. Já, kæru ljón, svo er það síðasta spilið ykkar. Vertu þú sjálfur.
Þessi staða eða þessir erfiðleikar kalla á það að þú sýnir þitt réttar sjálf sem er grunnurinn að persónulegum styrk þínum. Það meikar sens að þú getur ekki unnið á fullum styrk nema að vera þú sjálfur. Ganga á öllum eins og maður segir. Það er líka svo miklu betra að vera maður sjálfur, þá þarf maður ekki alltaf að vera að passa að maður sé að feika það eða að maður sé að gera eitthvað vitlaust. Það er ekki hægt að gera neitt vitlaust þegar maður er bara maður sjálfur. Þannig að kæra ljón, massífir flottir hlutir að fara að gerast hér framundan hjá þér. Leið og þú leyfir sköpunarkraftinum að flæða og losa þig undan þessu helsi hér, hvað sem það er sem tengist fíknhegðun. Ég vona kæra ljón að þið hafi fundið eitthvað sannleikskorn í þessum lestri eða allavega haft gaman af honum. Þetta er bara svolítið stutt og laggott núna. Ég óska ykkur allsins besta, ljós og kærleikur.